Góða kvöldi og verið hjartanlega velkomin í Guðsþjónustu í Lindakirkju. Í kvöld erum við heppið því það bæði barnakórinn og unglingagospelkór Lindakirkju sem að leiða sönginn fyrir okkur í kvöld, undir stjórn Áslaugar Helgu Hálfdánadóttur djákna og Hjördísar Önnu Matthíasdóttur. En við skulum hefja stundina við að signa okkur og biðja saman bæna vertu Guð Faðir. Við segjum nafn Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Vertu Guð Faðir, Faðir minn, í frelsarans Jesú nafni, hönd þín leiði mig út og inn, svo allri synd ég hafni. Amen. Vitið þið hver samdi þetta lag? Það var nefnilega hann Óskar og þetta var þetta ekki fyrsta lagi sem hún samdir eða eitthvað? Reyndar ekki. Ok, en þú varst eitthvað rosa lítill. Já, ég var 12 ára því sem þetta fyrsta lagin. Þetta var því ég var cirka 18 ára og það var bara vantaði lag fyrir morgundaginn á unglingamót fyrir Norðan og Akureyri eða fyrir svona einhverja barnaviku og það var bara, ég bara gerði það, sko. Ég er ekki stuglegur þú. Semja lög en maður neyðist til í stundum. Já, þetta rosa skemmtilegt lag. Okkur finnst þetta skemmtilegt, það ekki? Jó. Ef ekki gefa Óskari gott klapp. Þetta var mjög leiðandi spurning hjá þér. Já, alltaf. Herru, þá skulum við biðja saman miskunnarbæn. Við segjum Drottinn miskunna þvos. Kristur miskunna þvos. Kristur miskunna þvos. Og Drottinn miskunna þvos. Drottinn miskunna þvos. Fólk af öllu kyni
voru þær. Fyrri ritningalestur úr annarri Mósebók. Drottinn ávarpaði Móse og sagði: Ég hef heyrt mögl Ísraelsmanna. Talaðu til þeirra og segðu: Ísraelsmenn, áður en dimmt orðið, munið þið fá kjöt til matar og á morgun seðjist þið á brauði. Þá munið þið skilja að ég Drottinn, Guð ykkar. Kvöldið komu lynghænst og þökti búðirnar, en morgunin eftir hafði dögg fallið umhverfis búðirnar. Þegar döggin þornaði, lá eitthvað fín kornótt yfir eyðimörkinni, líkt og héla. Þegar Ísraelsmenn sáu það, spurðu þeir hvern annan: Hver þetta? Því að þeir vissu ekki hver það var. Þá sagði Móse við þá: Þetta brauð sem Drottinn hefur gefið ykkur til matar. Fyrirmælin sem Drottinn hefur gefið eru þessi: Safnið því sem hver þarf til matar, einum gómer á mann, og skal hver sig safna í samræmi við þann fjölda sem bíður í tjaldi hans. Þetta gerðu Ísraelsmenn og söfnuðu sumir miklu en aðrir litlu. Þegar þeir mældu það í gómermáli, gekk ekkert af hjá þeim sem miklu safnaði og þann sem litlu safnaði skorti ekkert. Sérhver hafði safnað því sem hann þurfti til matar. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Guði sé þakkargjörð. Já, eins og þið sjáið að unglingakórinn pínu lítill í dag, en það bara stundum þannig. Þær eru venjulega 20 og eitthvað, og ég segi þær því það eru bara stelpur. Við erum svo heppin að hafa 2 stráka í barnakórnum nefnilega, Ármann og Stefán. En fyrir ekki svo löngu að þá báðu þær að syngja lag eftir Magnús Eiríksson og að sjálfsögðu urðum við því við Hjördís. Það ekki? Einhver staðar, einhver tíman aftur. Sakna
Og eins og þið heyrðuð, það er ekki, magn er ekki sama og gæði, sko. Síðari ritningalesturinn úr öðru Kórinthubréfi. Guð þessi megnugur að veita okkur ríkulega allar góðar gjafir til þess að þið í öllu og ávallt hafið allt sem þið þarfnist og getið sjálf veitt ríkulega til allra góðra verka. Eins og ritað hann miðlaði mildilega, gaf hinum snauðu, réttlæti hans varir að eilífu. Guð sem gefur sáðmanninum sæði og brauð til fæði, mun og gefa ykkur sáð og margfalda það og auka ávöxt réttlætis ykkar. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Dýrð sé þér Drottinn. Þá megið þið sem við auðvelt með rísa á fætur og heyrum heila Guðspjall. Sannlega, sannlega segi ég yður, sá sem trúir hefur eilíft líf. Ég brauð lífsins.
Feður ykkar áttu manna í eyðimörkinni, en þeir dóu. Þetta er brauðið sem niðurstígur af himni. Sá sem etur af því deyr ekki. Ég er hið lifandi brauð sem steig niður af himni. Hver sem etur af þessu brauði mun lifa að eilífu. Og brauðið er líkami minn sem ég gef heiminum til lífs. Og þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Og við skulum standa áfram og játa saman trúna okkar. Ég trúi á Guð, Föður almáttugan, skapara himins og jarðar. Ég trúi á Jesú Krist, hans enga son, drottinn vorn, sem getinn er af heilugum anda, fæddur af Maríu mey, píndur á dögum Pontíusar Pílatusar, krossfestur, dáinn og grafinn. Steig niður til heljar, reis á þriðja degi aftur upp frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs Föður almáttugs og mun þaðan koma til að dæma lifendur og dauða. Ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra, fyrirgefningu syndana, uppreisn mannsins og eilíft líf. Amen. Við fáum sæti.
what joy shall fill my heart. Then I shall bow with humble adoration and then proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art. Var ekki komið að mér? Jú. maður bara, já, ég er bara orðlaus eftir þetta. Þetta var svakalegt. Já, náðu sem með okkur öllum og friður frá Guði Föður og Drottni Jesú Kristi. Í dag þá heyrum við orð Jesú sem hljóma kannski svolítið skringilega. Hann segir, ég er brauð lífsins. Brauð. Og af hverju er Jesús að tala um brauð? Svo skoða það eins. Brauð, er það ekki einhvað sem við borðum flest, kannski á hverjum degi? Ég ger það allavega. Að því brauðið það er einfalt og þægilegt og það gefur okkur orku. Það hjálpar okkur að halda áfram að hlaupa, læra, hlæja og lifa. Og Jesús nota brauðið sem svona myndlíkingu. Hann er raun að segja okkur að hann vilji vera það sem gefur okkur orku og styrk og líf á hverjum degi. Alveg eins og brauðið. Að því við þurfum öll brauð eða mat eða einhverja næringu til að lifa, er það ekki? En svo er líka annars konar brauð eða næring sem við þurfum öll á að halda. Fyrir hugan og sálina. Við þurfum öll hlýju og við þurfum öll vináttu og öryggi. Svo þurfum við kærleika og tilgang í lífinu. Og við vitum öll hvernig það er að vera svöng. Það er nú ekki þægilegt að fá gatnagöl. En svo er líka þetta að upplifa öðruvísi hungur. Það er eins og til dæmis ef við erum óörugg eða stressuð eða einmana eða bara þegar lífið er svolítið erfitt, þá er eins og okkur vant eitthvað. En Jesús segir, ég vil metta þetta hungur. Ég vil næra ykkur. Og hann segir, ég vil vera með ykkur þegar þið eigið góðan dag og þegar þið eigið erfiðan dag. Og svo segir hann líka brauði sem hann gefur sé heiminum til lífs. Og það þýðir til dæmis að Jesús, hann er ekki bara fyrir fullorðna. Og Jesús er ekki bara fyrir þau sem að kunna allt trú. Og hann er ekki bara fyrir þau sem eru alltaf góð. Jesús er fyrir okkur öll. Fyrir ykkur og fyrir mig og fyrir allan heiminn.
En ef við skoðum aftur brauðið, hvernig borðum við eiginlega þetta brauð sem að Jesús er að tala sem að nærir hugan og sálina? Við borðum það allan ekki eins og bara brauð með osti, en við borðum það með því að treysta að Jesús sé með okkur. Og með því að tala við hann í bæninni. Við getum beðið bænir svona eins og Faðir vor eða vertu Guð Faðir, en svo getum við líka að tala við Jesú bara alveg eins og við tölum við mömmu eða pappa eða vin okkar eða vinkonu. Og við getum bara sagt honum frá deginum okkar og við getum sagt honum frá því sem að gerði skemmtilegt í dag eða við höfum áhyggjur af einhverju. Við getum sagt honum frá öllu. Og svo gerum við þetta líka með að hlusta á sögurnar hans Jesú og Jesú og með því að vera góð við aðra og leyfa okkur að vera elskuð og elska aðra. Og þegar við gerum það, þá gerist eitthvað fallegt. Þá finnum við að við erum ekki ein. Og við finnum að við erum elskuð og við finnum að við höfum tilgang og við finnum að við getum staðið upp og haldið áfram jafnvel eftir erfiða daga. Jesús er brauð lífsins. Hann er næring sem að klárast ekki. Hann er styrkur sem að bregst ekki. Og hann er vinur sem að fer ekki. Og það er gjöf sem við mögum taka á móti á hverjum einasta degi. Dýrsi Guði Föður og Syni og Heilugum Anda, svo sem var í upphafi er og verður aldir alda. Amen. Og það var alltaf Áslaug að tala við okkur. Já. Já, ég ætla að segja ykkur örstutt frá hátíð sem verður haldin 23. apríl sem er á sumardaginn 1. í Hallgrímskirkju og kallast Söngvahátíð barnanna og þetta er á vegum söngmálastjóra þjóðkirkjunnar. Og núna er það Sigurður Flosason sem er söngmálastjóri. Og þá hittast barna- og unglingakórar af öllu landinu og syngja saman og svona í sikkuru lagi og þetta er voðalega skemmtilegu dagur. En við erum svo heppin í Lindakirkju að sú nýbreytni var að það var ákveðið að hafa eitt svona lag sem væri lag hátíðarinnar og ég fékk að semja það. En svo fékk ég hann Gummakalla til þess að hjálpa mér aðeins með textan, ég var eitthvað alveg tóm. En ef að þið lofið að segja engum að þið hafið heyrt þetta, þá ætlum við að flytja það fyrir ykkur núna til þess að æfa okkur fyrir sumardaginn 1. Er þið til í að ekki segja neinum? Ok, flott. Saman í góð, í friði og friði er
meiri háttar lag. Eru ekki sammála? Og vel sungið og flottar hreyfingar. Heyrðu, nú komið að bænastund og við höfum þann háttin á hér í Lindakirkju að við eigum bara hvert og eitt hljóðastund þar sem við sitjum og berum fram þau bænarefni sem á okkur hvíla í hljóðri bæn. Ég vil líka benda bænaaltarið sem hérna út í enda. Þar má kveikja á kertum fyrir bænarefnum eða skrifa bænarefni á miða og stinga hún í raufina á altarinu. Og það beðið fyrir öllum bænarefnum á 15. morgnum hérna í kirkjunni. Kórinn ætlar á meðan að syngja fyrir okkur 2 lög og svo ætla nokkri krakkar að koma hérna á milli laga og biðja sínar eigin bænir. Góði Guð, takk fyrir húsaskjól, mat, föt og fjölskyldu. Amen. Góði Guð, viltu sjá til þess að allir eigi örugg og góð heimili. Amen. Góði Guð, ég bið fyrir því að öll stríð í heiminum stoppi og við getum lifað saman í friði og ró alla framtíð. Amen. Góði Guð, viltu hjálpa fátækum og veikum börnum á Íslandi og í öðrum löndum. Amen. Góði Guð, viltu hjálpa þeim sem eiga sárt að binda og gangi gegnum erfiðleika í lífinu. Amen.
Góði Guð, viltu hjálpa okkur og öllum þeim sem við þekkjum og við sem eru veikir. Viltu lækna og blessa okkur, megi blóðið þitt senda okkur öll í Jesú blessa nafn. Amen. Góði Guð, viltu blessa allar fjölskyldur sem eiga bágt. Viltu líka blessa þau sem eiga engin heimili. Viltu vera með þeim sem eru veik og líka þeim sem eru einmana. Amen. Góði Guð, takk fyrir að vera til staðar fyrir okkur. Viltu hjálpa þeim sem þurfa hjálpa að halda. Viltu blessa allar fjölskyldur í heiminum. Amen. Góði Guð, takk fyrir lífið sem við fengum og takk fyrir fjölskyldur og vinir. Viltu blessa þörfun hinna viðkvæmu og fátæku. Gefðu þeim mat sem þurfa á því að halda og umkringdu þær fjölskyldur með umhyggju og frelsi. Amen. Góði Guð, viltu gera það að öll stríð hætti og það veri friður á jörðinni. Viltu blessa alla þá sem eru hérna inni og alla þá sem eru veikir og eiga erfitt. Amen. Góði Guð, takk fyrir að leyfa mér að vera hér í dag. Takk fyrir að elska mig alltaf skilyrðislaust, alla daga. Viltu vera með þeim sem þjást og þurfa þína ást, því þeim eru allir vegir færir með þig við hendi. Amen. Góði Guð, takk fyrir Lindakirkju, þessa blessuðu kirkju sem leyfir manni að koma hvenær sem sama hvort þú ert glaður eða áttu kannski erfiðan dag. Viltu vera með þeim sem eiga erfitt eða þekkja einhverja sem eru að glíma við eitthvað erfitt. Viltu blessa alla sem komu í þessa messu og alla þá sem vildu koma en komast ekki. Viltu passa það að allir labbi hérna út með hlýju í hjartanu og finni öryggi. Amen. Ok, sorry. Ég held ég var að fara að syngja beint. Ok. En ef við gefa þessum bænakrökkum rosa gott. Góði
Mikið voru þetta fallegar bænir. Þú settum alveg út af lagin, ég var bara hálf klökk hérna, gæti ekki talað á milli. En þetta var svo fallegt og einlægt hjá okkur krakkar og fallegar bænir sem þið báðuð og nú skulum við sameinast í bæn. Og góði Guð, takk fyrir að þú heyrir allar bænar okkar, hvort sem þær eru sagðar upphátt eða í hljóði og takk fyrir að þú ert með okkur alla daga, bæði þegar gengur vel og líka þegar gengur illa og þá viltu gefa okkur styrk og hugrekki og huggun. Og allar bænir okkar felum við bænir sem að Drottinn kenndi okkur og byggjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verðið þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð, fyrirgef oss vora skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Þá fer að líða lokum hjá okkur, en áður en við fáum loka lagið, þá langar mig að bjóða okkur að rísa á fætur og þiggja blessun Drottins. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur og Drottinn upplyfti sína augliti yfir þig og gefi þér sinn frið. Í Jesú blessaða nafni. Amen. Og gjörið svo vel. Já, mér langar bara að þakka ykkur fyrir komuna og þakka ykkur krakkar fyrir söngin sem var svo
fallegur eins og englasöngur, líka svo kröftugur og flottur og flottar hreyfingarna hjá okkur og fallegar bænirnar. Það er bara takk fyrir að gera kvöldi bara stórkostlegt. Ef ekki gefa þeim aftur gott klapp. Herðu, svo kveði ég ykkur bara eins og venjulega með þessum orðum, förum í friði og þjónum Drottni með gleði.